Félagarnir frá Spáni í dag, voru þeir erfiðir? Það væri gott ef þessir leikir væri bara 20 mínútur, þá myndum við líta mjög vel út. Mér fannst að vera bara, eins og ég talaði um þetta orkulevel, sko. Mér fannst bara að ef við erum með lappirnar undir okkur, erum í þessu stuði, þá þú veist, erum við ótrúlega bara þéttir og erum að gera hlutina vel, executum vel, þú veist, varnarlega og vorum að stríða þeim í dag, alveg bara heil mikið, sko. Þið voruð ekkert bara að stríða þeim, come on. Við vorum bara, þú veist, þú veist, við vorum bara góðir í dag og þau voru í bölvuðum vandræðum með okkur og bara ótrúlega, þú veist, bara sterk liðsdeild hjá okkur og ég er bara ótrúlega stoltur af þessu liði, enn og aftur. Þetta er bara búið að vera, þú veist, þrátt fyrir þessa tapleiki, þá er þetta bara búið að vera draumi líkast í rauninni en við má ekki glemma því við eigum einn leik eftir og við ætlum að standa okkur aftur vel á morgun. Já, ég veit að einn leikur eftir eins og segir, en svona, hvað er þetta búið að gera fyrir íslenska körfuknattleikina þar sem þið eru búin að afreka hingað til? Þú bara sér, þú veist, við erum allir að koma inn og við erum allir að skila ykkur, þú veist, og við erum að spila sem eitt unit og erum að spila með, þú veist, það er allir að tala um okkur, það er allir að tala um þetta lið, þetta íslenska hjarta, þessa baráttu í okkur og það er eiginlega allir gapandi yfir því og er eiginlega bara svona reyna átt að segja á því hvar við höfum verið svona síðustu ár, sko. Hvar við höfum ekki verið á stóra sviðinu áður, þannig að þú veist, það er ótrúlega jákvætt og þú veist, ég get ímyndað mér að það eru margir heima á Íslandi sem að klóra sér í hausnum líka og eru orðnir aðdáendur körfuboltans, þú veist, þeir sem voru það ekki áður og þetta gerir bara heilmikið fyrir íslenska körfubolta. Stuðningsmennirnir toppa sig frá degi til dags? Já, við vorum fannir að taka okkur að bylgju með þeim úti. Ég sagði nú að við ættum nú einn leik í viðbót, við kveðum á vel á morgun en þeir eru náttúrulega bara æðislegir. Það er bara gæsahúð að spila fyrir framan þá og mikill heiður að fá að klæðast þessari treyju og spila fyrir Íslands hönd og bara ótrúlega gott fyrir okkur og bara ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að vera með svona mikinn stuðning. Þannig að ég held að við hefðum ekki allt þetta fólk með okkur, þá hefðu kannski úrslitin ekki verið eins hagstæð fyrir ekki, þið vitið hvað ég er að tala um þessa síðustu leiki. Þannig að þú veist, við eigum heilmargt að þakka. Takk fyrir, Jón. Takk fyrir.